Halló, nú ég ykkur. Ok, þá er það komið. Ég svona... Já, nú tími sem klikar. Ok. Ég voru að þurrka út öll viðtölu mín við tónlistamenn þjóðarinnar og byrja núna efst á bandinu, en það tekur þetta 42 klukkutíma. Þetta er ótrúlegt. Jæja, látum við tæknimanni klippa þetta röl framhjá. 1, 2, 3, 4, 5. Stendur okkur noise hérna, off eða on. Það er noise cut on. Ha? Það stendur noise cut on. Það er eitthvað svona noise Já, cut. það er bara, það er sem sagt limited. Halló, 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 halló. Einu munurinn á núna og síðast er það, ég þarf að vera hér Ok. þegar þið talið. En ef þið viljið grípa inn í orðræðu Þórðar, Rikki, þá lætur mig bara vita. Ef þú segir eitthvað svona þá heyrist það ekki. Þú getur ekki klifta sem þú sagt. Ég nenni ekki að standa í því, bara alls ekki. Aha. Já, þá byrjum við. Hvaða voru þú sem þetta hérna? Góðu hlustendur, við erum stödd í eldhúsinu í Árvogi á páskadag á hádegi og hér eru miklu vinir mínir frá gamalli tíð, þeir Ríkharður Örn Pálsson og Þórður Magnússon, og við ætlum að spjalla bara svolítið saman. Það kemur fram á heimasíðunni minni að tilgangurinn er það sem þetta birtist í fyrst allavega, að tilgangurinn er að hugleiða, hvað vildi ég sagt af það, hugtök í tónlist á Íslandi í dag. Á öld mikillar fjölmiðlunar, þar sem að allir eru að taka sér í munn hugtök sem varða tónlist, en þó óskaplega fátækleg á okkar mati. Svona málfátækt. Og ég ætla nú að byrja því mér til skemmtunar að spyrja Ríkharð svona persónulegar spurningar, eins og manst þú nokkur ekki minn hvenær við kynntumst og leiðir okkur lág saman fyrst? Já, það hefur ekki verið svona í tónlistaskólar árunum, 8. áratug, seint, aðalega þá kannski þegar ég brá mér til Indíönu í Bandaríkjunum. Bloomington? Já, þú svona hálfpartið reddaði mér inn þar. Á ég það líka á sænskunni? Hef ég það á sænskunni? Já, gildir ekki fleiri, ég held að. Ekki ferraði það núna, vinur minn. Jæja, það gleður mig að þú komst inn í Bloomington. Já, ég var þarna í 2 ára eitthvað svo liðs, stæflega. Þarna í heimaslóðum Shawnee-indíánana sem enginn kannast við þegar ég kom þarna. En nú var það blómlegur háskólabæði sem heitir Bloomington, og þar var ég þarna sem satt í ýmsu og reyndi meðal annars að sulla saman etnískri músík við annað, en það var ekki hægt þá. Mér hefur verið sagt að það sé hægt í dag. Já. En það eru breyttir tímar. Það eru breyttir tímar. Nú getur þú að fara í Berkeley og tekið prófið svoleiðis vísindum. Berkeley, já. Jú. Eða Brandeis, ég man það ekki. Þórður minn, hvað leiður okkar saman? Ég man það. Ég held að það hafi verið í ferð til Evrópu, Frakklands og Þýskalands, þegar þú fórst með kammersveit. Íslensku? Já, íslenska kammersveit. Íslensku hljómsveitna. Hvert fóruð, manstu það? Við byrjuðum í Frakklandi, Grenoble, ef ég man rétt, og svo fórum við meðal annars til Kölnar. Já.
Já. og Bonn. Og Bonn, já. Komum við í Thionville, Fraklandi. Já, ég man það nú ekki. Ég man það. Þá var sólóistinn Bernard Sustro, hinn frægi trompetleikari. Og síðan höfum við unnið heilmikið saman, við 2, við 3, og óþarf að fara 10 það allt hér. En ég ætla að biðja Ríkharð, af því hann hefur svo heimsfræga útvarpsrödd og sjónvarpsrödd reyndar líka, eftir kontrapunktinn okkar, að lesa hérna eilítið úr Þórður finnur það fyrir mig, það fyrsti kaflinn tón og ljóð, úr bók sem heitir Stafróf tónfræðinnar og ætti raun að vera skyldulesning allra þeirra sem fjalla tónlist af öllum toga í fjölmiðla á Íslandi, ekki síst ríkisútvarpið. Getur þú lesað þetta, Ríkharð minn? Jú. Viltu lesa fyrir okkur? Þú mátt alveg tafsa á þessu, það ekki heilagt í dag, það bara gleðidagur. Fyrsti kafli undirstöðu atriði. 1. Hljóð og tónn. Þegar sungið eða talað myndast öldurhreyfing í loftinu við titring raddbandana. Sama gerist þegar fiðlustrengur strokin eða blásið í lúður og þegar sjórinn gjálfrar við fjörustein eða vindur þýtur við glugga. Hljóðöldurnar breiðast út frá hljóðgjafanum líkt og hringirnir sem myndast þegar steinið fleygt í kyrrt vatn. Ef öldurnar berast að eyrum okkar og eru nægilega sterkar, heyrum við þær, það við skynjum þær sem hljóð. Ef hljóðöldurnar eru reglubundnar og hafa ákveðna tíðni, nefnist hljóðið tónn. Læsilegt. Þetta nú... Þetta pistill dagsins og út frá þessum pistli ætlum við að spjalla bara almennt saman. Þórður Magnússon, hvað ertu sammála þessari skilgreiningu Jóns hvað ég að segja? Jóns Þórarinssonar. Jóns Þórarinssonar. Já, fyrir ekki að ég ruglaðist. Það allt leifilegt hér. Það ekki þannig í þessum textum sem maður getur mögulega sett upp á móti. En hefur heyrt oft áður? Hef ég heyrt hana text áður? Nei, hefur heyrt svipa líkingar oft áður. Þetta nokkurn veginn það sem ég segi við nemendur í fyrsta tíma þegar ég að kenna tónheyrn. Tónheyrn? Já. Þá held ég smá pínulítið tal hvað hljóðfall og hvað tónhæð og hver munurinn á hljóði og tóni og svo framvegis. Ríkharður? Já, ég held að þetta hljóti að standa heima en eins og hann segir í fyrstu málfræðiritgerðinni þá eru sum hljóð og önnur óhljóð og það eru vitlaus hljóð sem ekki leitið, það nú reyndar út frá framburði tungumáls en ekki músík. Tölum þá hljóð. Ég held að viti nú allir hvað tónn ég fer ekki út í þá sálma með ykkur. En hljóð, hvar koma hljóð fyrir í tónlist? Til dæmis í slagverki, það hljóð. Getur lýst fyrir okkur svona hljóðum? Hljóð í rauninni bara allt sem ekki pitch eða tónhæð. Þá segjum við bara reynd að færa í orð hvernig ýmis slaghljóðfæri hljóma. Sumir eru með framleiða tóna. Hver eru þau? Já, það náttúrulega gerður greinamenn á milli slagverksljóðfæra hvort þeir framleiði tóna eða ekki, þannig að þeim skipt í mjög aðgreinda hópa eftir því. Þó að sami hljóðfærileikarinn
spili á þau, þá er þetta alveg gerólík hljóðfæri. Þannig að Svo sem pákur er til dæmis gott dæmi um slagvirkt hljóðfæri sem gefur frá sér tón. mjög vandlega farið hljóðfæri. Já, já. Og náttúrulega sílafónn er annan dæmi og svo framvegis. Marimba. Og marimba og víbrafónn. Já, glukkuspil. Aha. En þau sem að gefa frá sér hljóð eða ym eins og ég kalla það. Gott dæmi það verður til dæmis snerill. Já, sneral tromma. Sneriltromma, já. Það er hljóðfæri sem er eiginlega ekki nokkur greinileg tónhæð. Og var notað í hernaði. Einmitt, til þess að hræða óvinnin. En þetta er hrikalega hóvart hljóðfæri. Hver er munurinn á gong og tam-tam? Gong gefur frá sér einhverja tónhæð, en tam-tam er í rauninni alveg, það er alla merkilegu tónn í tam-tam. Það er svona svo kirkjuklukka með milljón yfir tóna. Já, Já. það er einmitt, það er svo undarlegu resonans að það er, maður getur ekki þekkt einhvern ákveðin tón út úr því. Þetta er raunverulega hljóð eða effekt. En samt hljómar það áfram, því að oftast er munurinn á því að það sem gefur ekki frá sér tónaði, það stoppar og það hljómar ekki lengi. Nei. En það sem gefur frá sér tón, það hljómar áfram, því það er opið og getur víbrað, en svo eru til þá hlutir sem eru svo flóknir uppbyggingu en samt hafa svo mikið resonans, og kirkjuklukkur er náttúrulega gott dæmi það. Það gefur frá sér pitch, en það er samt mjög undarlegt pitch. Tónhæð. Pitch er tónhæð. Já, pitch er tónhæð. Það gefur frá sér tónhæð, en tónhæðin er svo menguð samt af alls konar vitlausum yfirtónum sem er að hljóma með. Já, bara öllum yfirtónum sem klukkunni dettur í huga framleiða. Akkurat. Já, og tam-tam er kannski einmitt svolítið þannig, nema það, þá er þetta eiginlega orðið maður getur umverulega ekki fundið neitt ákveðin tón, frekar en annan. Nei. Og að því leyti getur við verið sammála mér það að því leyti er þetta líkingamál Jóns steinin sem varpað er í kyrrt vatn annars vegar og gong tam-tam stóri hlemmurinn sambærileg. Ef maður slær í miðjuna á tam-tam að þá myndast öldurhreyfingar. Já, myndast öldurhreyfingar í málmunum. Já. Og það er hljóð. Það er hljóð. En það eru óreglulega. Já, þú kemur akkurat með hljóðfæriðan að tam-tam sem er mjög flókið að útskýra, vegna þess að það er bæði tónn í því náttúrulega og þannig að sama tíma. Býtu, Rikki, ég þarf að setja hljóðnemann í þig. Ég ætla bara að segja að munurinn á tam-tam og gong er eftir því sem Ásgeir Bánsson sagði mér í gamla dag, aðalmunurinn er sá að tam-tamið víbrar í miðjunni. Það er náttúrulega kantur afturbeygður með fram röndinni sem kemur veg fyrir hún víbri, en gongi það er það öfugt, þá er það kanturinn sem víbrar en miðjan er kyrr. Gott hjá vini mínum AM. Jæja, piltar, nú ætlum við að hvíla okkur á þess. Já, býttu við, Ríkharður. Nú koma þér að nefna dæmi tóna og hljóðfæri sem að mynda tón. Hljóðfæri sem mynda tón? Já. Já, það er til dæmis öll strengja hljóðfæri, mynda tón. Já. Og með því að stytta strengin með fingurinn og verður tóninn hærri eftir því sem farið er lengra frá Stytta strengin, það er eins og minka bollin sem flektir í. Já, og nú blástu hljóðfærina, það gengur sama systemið út á að stytta loftsúluna í hljóðfærinu sem víbrar með því að loka eða opna fyrir götum. Já, það er meiri. Já. Nefnd okkur fleiri almenn hljóðfæri sem eru notuð, segjum í af ungu mönnum sem
æfa sig í bílskúrum? Áttu við rafmagnsgítara? Já, það náttúrulega strengja hljóðfæri, sko. Nema bara þau eru mögnuð upp með rafmagni gegnum svo kallaða pick-upa sem eru skynjarar eða segulskynjarar í gítarum sem svo síðan leitt í magnan og síðan í hátara til þess að búa til stundum óbærilegan hávaða. En hvað með trommusetti sem að menn berja linnulust? Já, það er bara eins og lítil svona slagverðstild hérna í vasabrótsútgáfu, trommur af ýmsum stærðum saman svo innan seilingar en svo einn maður getur leikið á þetta allt saman. En gefur þau frá sér hljóð eða tóna? Já, þessi trommur sem heitir tom-tomina eru með svona eitthvað sem líkist því að vera með sæmilega hreinan tón. Það er þetta stilla tom-tom. Já. Og hliðarpákuna kannski. Já, jú. En eftir því sem trommunur er yfirlega stærri því ógreinilegri er tóninn. Já. Mikið svakalegur við gáfaðir. Af öðru, það er annað mál á dagskrá. Það er alltaf verið að tala tónlist. Hefur þið heyrt það? Þórður? Hef ég heyrt talað tónlist? Á öllum stöðum landsins. Jú, maður heyrir oft talað tónlist. Og hvað nýst spurningin? Til ykkur önnur hugtök yfir tónlist á Íslandi? Hvað þetta vart gamalt í tungunni? Já, ég reyndar ekki með það alveg á Hraðbergi, sko, hversu gamalt þetta hugtak er. Náttúrulega til eitthvað sem heitir músík. Og hvað er það gamalt? Við skulum spyrja Rikka því. Já, ég veit það ekki, er það ekki frá forngríkjum, sönggiðurnar nýju músurnar? En á Íslandi, hvenær barst það til Íslandi? Já, eldra orðið á íslensku er náttúrulega sönglist og var líka notað hljóðfæri, söngfæri úr útkvöldu. Ekki satt? Þetta ekki músíkum? Já. Fóru menn ekki fóru menn ekki í Svartaskóla og til Englands til þess að læra músíkum? Jú, allir það ekki. Ég kann nú ekki að nefna neina forníslendinga sem stunduðu þetta, en þetta var svolítið partur af klerkanámi, að minnstu kosti að geta tónað svona. Og það heit músíkum. Þannig að orðið músíkum er miklu eldri í málinu heldur en tónlist. Hvernig allir það hafi komið? Vistu það Þórður? Ég hef ekki hugmyndu það, ég þekki ekki. Væri það ekki skemmtilegt viðfangsefni? Að rekja það? Jú, það getur orðið mjög forvitnilegt að vita hvenær menn byrja að nota það orð. Já. Já, ég skal ekki segja það, en ef þú ert að spá í svona megingreiningu frá í fornöld og milli svona æsandi tónlistar og íhugunarverða tónlist, þá var náttúrulega þessi fræga skipning hérna milli Apollons og Dionysusar. Dionysus, hann hérna náttúrulega var með partymúsík fyrir sína menn, sko, en Apollon, hann var með íhugulega músík, skapandi. Hann kallaði það músík. Já. Og þaðan er orðið komið í latínu og þannig komst þetta til Íslands. Svo ég vil nú ekki fara krossfesta mann aftur, en það er mín persónulega skoðun, ef ég má lýsa henni hér, að orðið músík sé mjög vanmetið á Íslandi. En þetta er elsta listgrein sem þjóðin kann. Hvenær byrjuðum við að yrkja á íslensku? Já, frá fyrstu tíð. Eins og? Já, eins og þetta sem má sjá í eddukvæðum og dorðkvæðum skálda. Var það frá fyrstu tíð? Hvað segirðu? Var það ort við kristnitökuna? Það var ort hérna löngu fyrir kristnitöku, já. En annars tónlist er náttúrulega svolítið merkingarhlaðið orðið.
Sko, það felur í sér að allt sem hefur með tóna að gera sé list sem þarf ekki að vera. Það er að segja list í nútímamerkingu áður fyrir þýddi list náttúrulega bara færni eða svona leikni. Nú ertu að nálgast kjarna málsins, segðu okkur meira. Já, músík er miklu hlutlausara orð heldur en tónlist. Það er ekki sem segir að því að noti orðið tónlist að afurðinni sé par definition eða list. Hvar er tryggingin fyrir því? Það nefnilega það, samt allt kallað tónlist. Og það eru við sammála Þórður. Já, sammála að allt kallað tónlist, já. Ertu sammála því? Nei, ekki við reynum að greina einmitt hvað felst í orðinu tónlist. Það náttúrulega líka annað sem felst í orðinu tónlist og það er það að þeir eru notaði tónar. En það er fullt af hljóðlist sem kölluð tónlist í dag sem notast ekki við tónhæðir endilega. Eða þær skipta ekki máli, kannski, getur við frekar sagt. Hvernig músík er það? Það er, má eiginlega segja það sem er mest í tísku í dag. Það er músík sem þar sem tónhæðin skiptir minnstu máli en hvernig þú framkallar tónana, það skiptir eiginlega meira máli. Nefnd okkur dæmi það sem við þekkjum öll. Ég veit ekki hvort við þekkjum þetta öll, sko. Já, nefndu bara eitthvað, til dæmis kvikmyndatónlist. Nei, kvikmyndatónlist er allt mögulegt, þannig að við getum ekki notað það sem einhvers konar skilgreiningu. En poptónlist svo kallið? Eða popmúsík? Já, það sem ég er að tala um, það aðgreinar ekki poptónlist og klassíska tónlist. Hvað er það tala um eiginlega? Sko, getum tekið sem dæmi tónskáld sem heitir Guðmundur Steinn. Eða það er að gerast persónulegi hér? Já, þú baðst mér að nefna einhver dæmi, þannig að það er svona dæmi til dæmis það sem við gætum mögulega þá að kalla hljóðlist. Já, heitir hann þá tónskáld? Það er spurning, hvort hann eigi að kalla sér hljóðlistamann eða hljóðskáld. Hljóðskáld, já, nýtt orð. Kannski nýtsanlegt á okkar tímum. Já. Hvaða önnur orð eru til yfir þess aðtöfn að setja saman lög og músík? Ég nefnu bara tónsmiður til dæmis. Tónskáld eins og fyrir var sagt. Já. Já, það nú það. Já, ég veit ekki hvað, þetta er eitt af þessum merkingarhlöðnum orðum líka tónskáld. Ég hugsa að þessi beinþýðing úr þýsku en að tóndikter sem er svona dálítið svona tillidagakent orðið, sko. Tónsmiður er aftur eins og músíkina hlutlausara, sko. Já. Nú þarfum við að taka okkur stutt létt. Ég veit ekki hvað gengur að mér. Ég er að pissa í það stanglust. Ég nú haldið að þess konar svona spjall þyrsti dálítið að klippast eftir á. Nei, Þú segir ekki? Aldrei klippt á þessum stað. Hvað er það að tala? Að vera að rakka niður út af því. Mamma á ekki bregða sig hérna fram augnablik, þá ferð þið að tala saman. Hvað var það að tala um? Við vorum að tala um músík innskot í útvarpinu, sko, sem hefur fæst í aukana á seinna árum. Þú kallar það músík? Já, vera með svona tónlist, já. Nei, músík. Áværa tónlist inn á milli talinslaga, sko. Ég er rétt að segja að tónlisteinslög er mjög stöðt ofta tíðum, sko, sem eyðileggja áhrifin af hlustunina á talið, sko. Þetta er bara hálfgeð skemmdarverk, finnst manni, sko. Þetta sammála þessu, Þórður? Já, gjörsamlega. Ég var einmitt að segja hann frá því að á mínu heimili höfum við nánast hægt að hlusta á Rás 1 á mótnana. Sko. Að því að það er búið að breytast einhvern veginn hvernig þessi þættir eru uppbyggðir og oft er þetta að blanda saman tónlist og tali, sko, en þegar það er gert með þessum hætti að það er blöstuð einhver músík inn á milli sketsa sem maður heyrir valla í, maður heyrir ekki mannsins mál og svo kemur allt inn í tónlist sem
sem yfirgnæfir allt í húsinu og þá verður þessi balans svo erfiður. Já, aftur á móti er ég löngu hættur að hlusta á íslenska stöðar, bara allar, og horfa á íslensk sjónvarp, ekki nema í einstaka tilfellum. Ég hlusta bara á BBC og það er engin músík. Það er bara talamál. Ef ég hlusta á tónlist eða músík eða poplög eða eitthvað sem kemur nú mjög sjaldan fyrir mig, að þá get ég bara farið á tölvun og valið úr bestu flytjandum. Svo þetta er eitthvað misskilning. Ég er sammála eitthvað, piltar. Já. Það væri fróðlegt að vita hvað þessi tíska kemur. Mér skilst að tölvert með þetta erlendis líka, þó ekki beinlínis í BBC en hérna kannski á Norðurlöndum. Hvað veldur þessu, hvað kemur þetta, hvert er markmiðið með þessu, eða er þetta sparnaðaráðstöfum eins og sumir hafa sagt að sé hér, að meðal annars vegna þess að þáttagerðarmenn eru að ganga í störf magnaravarða, tæknimanna, og eru að mixa þetta sjálf af svona mismunandi. Nota bene, Ríkharður, það er á öllum stöðum, svo við tökum ekki Ríkisútvarp í einelti. Nei, það má vera sko, en þetta er þá sparnaðaráðstöfun af því að þetta var ekki svona áður. Ég held að þetta sé hugsanlega einhver getur við líka verið bara miskilin aðferð við að reyna svona að updata, við getum sagt sem svo, það verið að reyna að búa til einhverja nýjungar og færa til eitthvað nútímalegra horf, en á sama tíma er kannski verið að fæla burtu þá sem hafa til að byrja með áhuga á því að hlusta á Rás 1. En þú ert alltaf að tala um Rás 1? Að banna? Já, því að sko hinastöðunar eru algjörlega volusar. Hinastöðunar hafa alltaf verið svona, þær hafa höfðað til þessa markhóp sem vill hafa hlutina svona. Erum við þá allt í einu konur úr tónum og ljóðum yfir í ádeilu og Ríkisútvarpið? Já, þetta var eitthvað sem spannst þá meðan þú skrast að pissa. Að pissa, það þurftur ekki að taka það frá. Ríkisútvarpið á náttúrulega heita aðal menningarstöðin hér, sem sagt, eins og sagt á ensku public service, sem er eiginlega fyrirbrigði sem var ætlað að eiginlega hverfa á tímum nýkapitalismans, uppgangsárunum í góðærinu eins og sagt var. En vonandi er þetta ekki að horfa alveg og fólk fá tilfinningu fyrir nauðsyn þess eftir síðasta heildarleik. Já. En Þórður, þú sagði mér daginn að svo við setjum þá Ríkisútvarpið aftur á dagskrá að það væri bara að þú hlustaðir ofta á útvarpsstöð sem er rekin af Ríkisútvarpinu og heitir Rondó. Segðu okkur frá henni. Rondó er í rauninni klassísk síbylja, eða á að vera þannig. Það er tónlist sem er orðin eldri en eitthvað ákveðið. Já, það er svona topp 100. Já, það er svona tónlist sem er búin að festa sig í þessu og við vitum að er góð list, er spiluð á þessari stöð, svona mest megnis. Og þú reynir alltaf að þekkja tónverkinu eins og ég og fleiri. En ef þú þekkir ekki, þá er ekki þulur afkynna. Nei, en þetta pirraði mig mjög mikið lengi vel og geta ekki átt að með því. Fyrst til að byrja með þá settu þér dagskrana á netið. Þannig að mann langaði virkilega til þess að vita hvað eitthvað væri. Aldrei frétti ég það. Þá gat maður fletti upp á netinu. En síðan var farið að spara og þá var það tekið í burtu sem er mjög skrítið vegna þess að þessi listi er til einhverjum tölvum. Það vantar bara einhver íti á hann og færa yfir á netið. Það er rosalegt jobb. En allavega þá uppgötaði ég lítið forrit í snjallsímanum mínum sem hlustar á tónlist og getur greint að nákvæmlega hvað þetta er og hvað flytjendur og allt. Þú verður fyrir ekki að segja okkur hvað það heitir og hvernig það virkar. Þetta er forrit sem heitir Shazam. Og það er bara með allt sem er inn á gagnaveitinni Spotify bara með, þú getur borið á saman tóndæmi
og það sem er svo magna við þetta forrit er það að það heyrir í gegnum alls konar hávaða, en maður getur verið með bílinn á fullu og miðstöðina og öll börnin askrandi aftur í að rífast og hún getur samt sem áður greint í gegnum þetta einhverja tónlist og sagt manni eftir 5 sekúndur nákvæmlega hvað flytjendur er að spila. Flytjendur? Flytjendur, já. Já, flytjendur. Það getur verið reynda að vera smá svona, Spotify er ekki skemmtilegt með mjög góðar útlistanir á flytjendum. En þú þarf allir að vita hvað tónleiki heitir. Maður fær að vita hvað tónleiki heitir og maður þannig einhvers staðar upplýsingar um það hverju spila það. Rikki, vissið þú þetta? Nei, mér þekki nú alveg lígilegt með flytjendur, ég gaf nú kannski skilið að vélinn geti fundið stefin og þetta úr klassískum verkum. En greint á milli 2 píanista sem spila sama verk, hverju þetta eru, það þykir mér alveg með ólíkindum. Það er reyndar auðveldara, hugsa ég. Það er miklu auðveldara fyrir tölvu að greina nákvæmlega hvað einhver upptaka er heldur en að fara hlusta eftir einhverjum tónhæðum og tónum. Í þessu tilviki þá einfaldlega þá bara mælur hún einhver brot á milli einhverja bylgina og ber þetta saman við gagnagrunn. Þetta er ótrúlegt. Rikki, hefðu gefið þér sniðut fyrir því að hafa svona græju í vasanum þú varst í kontrapunkti. Jú. Reyndar var nú einn félag okkar hann tengda faðir Þórðar heitinn. Gylfi Baldursson. Já, hann var átti nú að kunna einhvern munnlestur og þegar við vorum í þessu svokölluðu búri og fylgdust með hínum þar sem við heyrðist ekki neitt og þá var meira að spilaði einhver aukahávegi þess að komi í veg fyrir að neitt síðast inn í gegnum glerið svo við heyrðum hvað verið að spila fyrir hitt liðið að þá reiknum við með að Gylfi myndi nú kannski redda okkur með munnlestri og hann gæti sem sagt en það kom því miður ekki, hann var ekki það langt komin í þeirri sérgrein að það kom að gagni fyrir okkur. Er þetta réttum tengda föðin? Ég er að heyra þess að sögu fyrsta skipti Jæja, vinir mínir, þetta er nú orðið gott hjá okkur. Hér á borðinu eru nokkri peningar, súkkulaðipeningar. Þetta er restin af sjóði í Júdasar, 30 peningunum. Má bjóða þér Þórður minn að lokum. Skål! Já, þú er búin að það ekki. Þú verður okkur fegin. Já, jæja. Ég þakka þeim félögum fyrir að heimsækja mig á páskum og við látum þessu lokið að sinni og kannski höldum við áfram vel líkar. Blessu öll. Hvað er þetta langt? Komum 33 mínútur.